þarna alveg bara, veist, ég í 7. eimni, sko. 7. eimni? Já. Já. Veist. Alveg, sko, ég bara sprengdur af þarna jákvæðni, gleði og kærleik. Ok. Og mér þykir vænt þig. Já, sömuleiðis. Mjög svo, kann virkilega meta okkar samband, vinasamband. Sömuleiðis. Og ég var að segja við strákan í gær, ég ætla ekki að segja að þú hafi mistað af, ég myndir samt ráðlega að koma með næst. Við fórum 5, já, við vorum komnir inn í Reykjadal í gærkvöldi kl. 10, gærkvöldi. Gærkvöldi? Já. Af hverju fóruð þið svona seint? Af því að þá erum við laus við ferðamenn og það var sem sagt, veðrið var búið að lægja og það var nánast heiðskýrt og stilla í Reykjadalum og við lágum í ánni til 3 í nótt, sko. Veist, tímaleysi, engin sími, bara 5 kallmenn. Þetta allt strákar sem ég hef kynnst eftir fertugt. Og við vorum einmitt að ræða á leiðin í bæinn. Þetta það sem ég sagt við dóttur mína þegar hún eitthvað að leita ráða varandi svona félagsleg tengsl. Ég sagði, heyrðu, þetta ekkert stress. Því að, veist, ég að kynnast mínu besta fólki eftir fertugt. Það mín nánustu vinir, sko. Þetta mitt fólk. Kekja. Veist, við breytumst svo mikið. Veist, þegar við komum á hann aldur, það gerist bara eitthvað og við erum einhvern veginn neitt á þann stað þar sem að við annarkot bara veikjumst eða við þurfum á einhvern hátt að finna okkur. Og þessi list bara í sköpunarsögunni þegar að, veist, Guð skapar Adam, situr hann í einin aldingarð og svo skapar hann Evu og svo kemur hann einhver skoraldormur og segir, heyrðu, veist, ég veit að búið að segja ykkur að þið með ekki borða af þessu tré, en ef þið viljið vera eins og Guð, þá skulið borða ávöxtuna af þessu tré, því þá munið þið vita gott og illt. Og þau að gera það, og þau áttu að gera það. Það að vera kastað úr paradís var alls ekki neikvætt. Svo verðum kastað út, inn í tvíhyggju og þjáningu og veikindi og þau verða meðvituð nektina sína. Þannig að fara þau inn í fullorðinsárin. Og svo masteraðu það þegar þau standa frammi fyrir þessu vali, þegar þú stendur við hliðið, sko, tré lífsins lokað af með logandi sverðum. Kemst ekki að inn nema sættast við dauðan. Það eldskírnin. Og svo ferðu þangað inn og þetta gerist hjá okkur á þessum aldri. Þannig erum við þetta satt ég í gær með 4 strákum og nú sitt ég hérna með þér. Og þetta allt menn sem eru á einhverjum stað í þessari eldskírn. Og þá kemur að þessu tré sem að ber með sér rætur, greinar og krónu. Og þetta finnur í öllum trúarbrögðum, þetta finnur í austrænni heimspeki, þetta kundalíni í Reykjasúlan, þetta uppljómun. Þannig að þetta búin að fara í gegnum þjáningu og krabbamein og njálg yfir í uppljómaða mennsku. Þannig að þarna voru við og ég bara á ekki til orð, Það var gott. Þvílík fegurð. Já. Ég dálítið mikið búin að velta fyrir mér, það var að sitja í mér eftir ég svona tengta þessar sem þú tala því ég gerði þátt hérna með Tolla og hann talaði að því við tengjum nú báðið við að hafa verið í svona fíknimunstrum og alls konar svona dóti mitt talandi að vera í tvíhyggjunni, herpast við í tvíhyggjunni, þannig að ég var orðin 42 ára þegar ég gafst loksins upp með báðum höndum því ég var mjög oft búin að gefast upp með annari og þetta búið að sita svolítið í mér því ég var meira að segja þarna sem maður gerist nú einlægur, ég var í svetti í gær og þá var svona smá tjáningarhingur og þá mitt ákveði ég
til að berskjalda maður því ég finn svona einhvern veginn þegar að maður, þú veist, það þetta einhvern veginn svona, hvað segirðu? Já, bara fínt. Bara allt gott. Svona finnum maður að maður að herpast inn í sér og svona einhvern veginn. Og þá finn ég að, þú veist, að það svona, þú veist, ég hef mjög oft gefist upp með annari og ég hef kannski gefist upp með annari og svona 2-3 fingrum á henni. Mér finnst ég ennþá ekki að hafa gefist upp með báðum, sko. Nei, en svo og þá það svolítið þetta svolítið að tala skilur þú veist, það ekki skrítið því það svo stór hluti af því að vera manneskja að maður með hana framheila og maður vill fá að vera við stjórnvölin sjálfur og þú þarftir að vera að fara í gegnum bara alvöru dauða og meðan þú ert lifandi, það að gefast upp með báðum, sko. Það að deyja. Já. Það ekkert alveg þú tekur það ekki upp úr serióspakka, sko. Það alveg meira en að segja. Já, þetta afleiðing, sko, þjáningin skapa mestarann. Þetta afleiðing af þjáningu. En sko, þú veist, þú þarft ekki að gefast upp með báðum, sko. Þú þarft bara að vera með innsýn. Ég fór inn í reynslu á föstudagsnótt og nú ætla ég að tala bara undir rós. Þetta var bara download miðanótt. Þannig að ég hitti fyrir verur á stað sem að var handan tíma rúms og eina af mínum spurningum sem ég bar þarna upp og fekk svar við var það hlýtur að vera eitthvað sem ég þarf að skammast mig fyrir og svarið var nei, þú ert fullkomin og það allt fullkomið öll stríð eru fullkomin þetta allt út frá gefnum fásendum og þetta eru dauða teygjur tvíhyggjunnar við erum þar núna og þarna þetta svo gríðarleg fegur þegar þú segir við erum þar núna já þú ert samfæður sko því að þetta þessar dauðateygjur það eru stundum svona aðeins tregari en maður myndi vilja vona já því við höfum örgulega sagt það sama á Woodstock 1969 sko ég að meina það já þú veist og tíminn náttúrulega afstæður tíminn ekki til hann afstæður en þú veist, það með þessi tregða, skilur, og þú sagði þú þarft ekki að gefast upp með báðum, ok, það er ekki alveg rétt þar, en ég er samt séð að þannig, jú, vegna þess að þú veist, ef þú vilt komast á þann stað að lífið sé að vinna í gegnum þig og vinna fyrir þig, þá þarft að gefast upp fyrir sjálfu þér, sko. Já, þetta er bara svo flókið þegar þú ert farin að vilja hluti. Þetta snýr alltaf einhvern veginn að löngun. Ég meina, hver er munurinn að vilja fótanutæki eða að vilja að uppljómast? Forsendurnar eru hverjar, ég vill ekki þjást. Ég vil komast undan þjáningu, þess vegna vil ég. En þú ert komin á stað sem að þjáning, sko, er allt í einu orðin vinveitt. Og umbreytist hún í bara nákvæmlega þá viðnámsorku sem hún er. Hún er ekkit annað, hún bókstaflega gufar upp. Það er bara þetta moment, sástu ég kom inn að labbandi hérna, sólin skein hérna á himni og út með einhvern nágranna, hann er alltaf að hæfa sig á fiðlum aður. Já. Þetta bara resonatar bara hérna ung stelpa sem að sem er alltaf að hæfa sig á fiðluna. Já, þetta er þetta ekstra fallegu dagur. Sko. Já, vá. En já, lífið, það er sko, Sólvi, það er 1. mars í dag. Þetta er sjúklega stór dagur í lífið mínu. Má ég fara hans yfir það, áður við höldum áfram? Endilega. Sko, númer 1 á pabbi ammali í dag og svo er þetta bjórdagurinn mikli. Þetta er dagur sem bjórin var lögleitur en pabbi á semst ammali í dag og ég þarf að ringi hann eftir. Og sko til hamingju með ammalið, ég ringi hann svona annað hvern mánuð þegar ég er í stuði. Og það er samband sem hefur tekið á sig alls konar myndir og það er svona samband þar sem að ég þurfti að svona slíta á ákveðna þræði sem að snúa einhvern veginn bara að því bara fyrirgeðu Gunnar hvernig ætlað þú að fullorðnast sem þýðir hvernig ætlað þú að fara að gera og hætta að gera óraunhafa kröfu til fólks og áttaði á því að fólk er náttúrulega bara alls konar og það er allir með sína áfallasögu. Ég ringi pappa eftir en svo er þetta merkilegu dagur, þetta er dagurinn sem að dóttir mín fæddist og sem sagt ekki þetta var ekki lífræn fæðing þetta var sem sagt þannig að og ef ég fer svona aðeins til byrjun ef ég fer áramótin 2011 og 2012 þá lendi ég í áfalli sem ég held ég hafi sagt þér ekkert frá sem sagt á Indlandi þegar vinkona mín deyr í fanginu á mér í leigubíl
á leiðin á spítala og við náðum ekki á spítalana áður en hún lést og þetta er náttúrulega svakaleg lífsreynsla. Ég horfði upp á slys gerast, öflugt höfuðhögg og veist, svona momenta sem að þú ferð inn í og dettur bara í autopilot, bara, veist, berfættur ásunskílu, ber ofan, ekki með veski, ekki með síma, bara, veist, með manneski sem að deyja í fangina bara leigubíll, hver næsti leigubíll. Veist, ég hérna á Indlandi þá, það hefði tekið 2 daga að fá sjúkrabíl, sko, veist, það bara svo óskilvirt kerfið og svo lést hún. Og ég kem sérst tilbaka frá Indlandi þarna rétt eftir áramót, náttúrulega bara, veist, í áfallastreitu, bara í taugaáfalli yfir þessu. Og þetta svo breytti tímar síðan þá, veist, einhvern veginn, ég svona bjó í Danmörku og ég var bara einhvern veginn skilin eftir með þetta, veist, eins og þetta hefði bara verið eins og að missa eggjabaka í gólfi, sko. Og ég sit uppi bara með eitthvað svona, veist, senu, veist, og ofan allt saman, þá bætist við þetta, veist, við sitjum uppi með lík á Indlandi sem við þurfum að sækja í þarna líkgeymslu. Þar var hún frosin. Þú veistum að leigja bíl til þess að transportera hana, bara í aftursætin á bíl, á eitthvað háskólasjúkrahús þar sem að líkaminn á henni var drenaður á blóði og svo var hún klædd í kjól og sett í sérstaklega kistu svo tryggingafélagi geti komið og sótt hana og senda hana heim. Þannig að þetta var bara, þetta var svona alveg surrealist moment og ég með þessar senur bara dauðan, bara keyrandi í mér á autopilot bara því ég kem heim, semst janúar, februar og þetta ekki að hætta. Því þegar þú lendir í svona aðstæðum, þá lendur í einhverju svona adrenalín bombu sem gerir það verkum og þú skrásetur allt. Þannig ég spilaðist í hausnum á mér bara á replay, veist, ég mundi einhvern einasta dítil á mann enn þann dag í dag. Veist, þetta svona moment þar sem þú ert lifandi og mikil fegurð í þessu eftir á. Mikil sorg, mikil áfall, en gríðarleg fegurð því þarna ertu svo lifandi. Og ég var ekki að losna undan þessu, veist, og ég var svo sorgmættur yfir þessu og þetta var góð vinkona okkar. Og svo ég hérna eitthvað í Danmörku og ég hérna á föstudegi 1. mars 2012 og svona eitthvað bara, veist, ég var að hrista þetta að mér. Og við þarna, ég og konan minn á biðlista með ættleiðingu á einhverju barni. Við erum sérst að bíða eftir að verða úthlutað barni. Og við erum sérst búin að velja barnaheimili á Indlandi, í Delhi. Og við erum bara að bíða basically eftir símtali og klukkan 2 ég út í garði að smíða einhvern hlut fyrir einhvern viðskiptavinn. Og ég fæ símtal frá ættleiðingarstofunni, bara, heyrðu, þú ert búin að eignast barn. Og maður bara, ha? Og hvað erum við að tala um? Og hún segir nafnið hennar og ég eitthvað ríf sundur eitthvað skrúkassa og skrifa niður nafnið hennar sem ég skrifaði vitlaust og nafnsið aldrei heyrt áður. Hún 3 ára, hún. Og ég hérna með möppu sem inniheldur allar upplýsingarnar hennar og ég með ljósmynd af henni, en við erum því miður að fara að loka eftir klukktíma, þannig að þú eiginlega að fá þetta bara mánudaginn. Og þetta var bara Norður Sjálandi og það alveg 1,5 klukktíma burtu. Ég sleppti verkvaranum á staðnum og upp í bíl og bara á 160 km hraða sem alltaf vítavert gáleysi, en ég keyri bara góð byrjun í að vera faðir. Já, eins og geðsjúklingur, því það bara eins og konum minn sé upp á fæðingardeild og ég að flýta mig, sko. Það var ekkert annað. Ég ekki farin í helgina á þess að vera með þessa möppu og konum mín á okkur fredagsbar á arkitektastofunni sem hún vann á og ég bara með hann í beinu símsambandi og ég rétt næði hann inn fyrir lokun, fæ möppuna og þetta semst 1. mars 2012 og svo sitt ég hann út í bíl á okkur bílastæði bak við einhverja kjörbúð, opna bara þessa möppu og svo bara dreigi bara ljósmynd af barninu mér. Skilurðu? Ég bara klökkur að hugsa þetta, sko. Bara einhverja ljósmynd þarna af lítilli og hrættri mannveru sem að hana bara beið þarna, sko.
skilur við, og þetta 1. mars og núna eru liðin 14 ár sko, og núna hún í MR og þvílíkur Gimsteinn maður, skóli maður, að fá þessi börn og ég var orðinn svo gamall þegar ég fæði þetta barn og ég hef verið svo sjálfmiðaður, náttúrulega líka að díla við alkoholismann og ég hef verið svo eigingjarn og sjálfmiðaður og þetta hentaði mér svo illa. Já. Þú þarft bara, veist, þetta tekur allt frá þér. Veist, það bara allt í einu ertu ekki númer 1. En mér langaði mér að tala um þetta sko, því að þú sagðir á þann að þú hefur talað aðeins undir rós með að upplifa bara ekki eitthvað skömm, ekki eitthvað sem það skammast fyrir, það er ekkert. Þú notaði þessi orðunum eins og sjálfmiðaður, eigingjarn og þú veist, ég þekki þetta og þú veist skömmin og allt þetta. En ég þekki líka einmitt að komast inn í einhvers konar ástand þar sem maður fær bara raunverulega að sjá það mjög skýrt, bara nei, þú ert bara góður. Og þú ert bara flottur og það svo ofboðslega góð tilfinning þegar þú færð það bara í líkamann á þér að bara vegferðin þín hefði aldrei geta verið neitt öðruvísi. Þú varst að gera þitt besta og mér er svo áhugavert sko að því ég hlustaði á, ég sá klipp úr þættum daginn með náungar sem heitir Aubrey Marcus sem ég hlustaði stundum á og það var klippa sem var svolítið svona clickbait þar sem hann með einhvern behavioral therapista, svona hegðunar sérfræðing. Og þeir fara svolítið stál í stál, sko, af því að, sko, sá gæi var komið með algjöran svona í sletti svona relativisma. Já. Það bara ekki rétt eða rangt. Nei. Á meðan Aubrey Marcus svolítið svona á svipari línu og ég, að þú ert kannski búin að fara langt inn í psychedelikið og búin að fá að sjá alls konar hlut og þá færð að sjá, sko, við búum í svo rosalegri tvíhyggju, sem svolítið svona bara, góða fólkið í Garðabæ og vonda fólkið á Litla-Hrauni. Mín heimsmynd svo mikið eða auðvitað, og mín heimsmynd svo mikið þannig að við erum öll einhvern veginn út af einhverju og við komum ekki vond inn í heiminn. En að því sögðu að þá, sko, þú veist, og þarna eru þeir með að glíma í þættinum sko, þú veist, sérfræðingurinn sem að vinna með bara háklassa fólk út allan, hann segir bara, þú veist, það getur bara mjög margt gott komið út úr því að barnið sé nauðgað, það getur bara mjög margt gott komið út úr því að barnið sé myrt og ég hef bara séð það, skilur, en það sem mér fannst, sko, hann aldrei, mér fannst, sko, spírillinn sem mér finnst mjög góður, en þarna ég hefði alveg viljað fá að vera í hans sporum, af því mér finnst hann ekki náði að segja bara, ég er alveg sammálaður að barnið myrt, eða barnið nauðgað, eða manneskju er nauðgað, og hún næra að verða alkemisti, hún næra að finna það mikla fyrirgefningu, að hún næra að gera eitthvað hræðilegan atburð að gjöfi sínu lífi. Það þýðir ekki að sá sem framkvæmdi hegðunina hafi verið rétti að framkvæma hegðunina. Það er röng og vond hegðun. Rétt að þetta er ekki gjörningin. Já, og það til eitthvað sem heitir bara inherently vond. Skilur, þannig mér finnst það svo áhugavert, mér langaði aðeins að fara inn í þetta með þér. Þú veist, þú ert að lýsa þessu núna með barnið þitt og þú veist þetta sem þú segir síðan hvað þú hafi verið sjálfmiðaður. Þú veist, að margir sem fara í þessa andlegu vegferð og þá getur þú byrjað að bypassa að því allt bara eins og það á að vera og þá þú veist ferðu jafnvel að réttlæta einhverja hegðun og þú ferðu jafnvel, og mér er svo mikill munur á því, eða að þú sérst einmitt í einhvers konar fíknihegðun eða sjálfmiðun eða gera eitthvað, en þú ert raunverulega bara að biðja til Guðs sem þetta verði tekið af þér, þú ert raunverulega að reyna, þú ert raunverulega bara og svo þú veist, svo virkar þetta held ég þannig að einhverjum degi er þetta bara tekið af þér, búpp. Já. Og þetta var aldrei þú gast aldrei losaði við þetta með þínum eigin viljastyrk. Nei. Það er þetta sem maður er að tala með að gefast upp, skilur, það er bara, þú veist, einhvern veginn get ég opna orkustöðarna mína nógu mikið og gefist nógu mikið upp til þess að ég fái bara það greis að það komi einhvers konar guðið aðri máttur og segja, jæja, kallið minn, þú ert búin að standaði vel, við ætlum að taka þetta frá þér. Já. Þú veist, minnst einhvern veginn svo allir, í öll skipti sem ég hef losnað við eitthvað úr lífi mínu sem ég vildi losna við, þá gerðist það ekki þegar ég var að reyna. Það er bara eitthvað tregðulögmál, sko. Ég held að psychedelics séu að spila mikið inn í dag hvað varðar andlega vakningu mannsins. Þetta hefur með, og ég er ekki hérna að tala
sem sagt endinlega af eigin reynslu en ég ætla ekki að segja meir með það en allavega innsæði mitt því að það eru líka það einhver raunveruleiki á bak við Orkustöðvar ég var að díla við klámfíkn meðal annars sem á sér einhverja uppsprettu og hefur með þessar neðstu 2 Orkustöðvar að gera og þegar ég var að komast í gegnum þetta fyrir nokkrum árum síðan þá byrjaði þetta með því að sjá þú sér ekki hlutin fyrir þú sér hann Einmitt. og það það eyðileggur svolítið partíð þú getur ekki verið bara í einhverju raðrangi eða þú ert búin að sjá að það kannski ekki endilega ránt rétt það gengur ekki upp en þá er kannski meira að tala um klám í þessu tilfelli því það fylgir þess alltaf svo mikið skömm því þú ert fann að vita betur og út frá því er eitthvað ákveðin greining og út frá því verður að koma tjáning og ég var sem sagt þá byrjaði að koma fram svona opinberlega í fjölmiðlum og viðtölum og blaðagreinum þannig að hvað ger ég með þetta og þetta ég vil taka það fram að þetta tiltekna mál, þetta eitthvað sem ég hefði ekki gert í dag því ég er með það gamla dóttur en ég gerði þetta þá því dóttir mér var svo ung og bara krakkaskítur þannig að ég skrifaði í rauninni bara grein bara ADHD, klám og spýtt út frá því, útvarpsviðtöl það sem ég bara lýsi því yfir hérna bara í beinni útsendingu að ég er búin að sjá sásökana bak við klámiðina og ég get ekki tekið þátt í þessu lengur því samviska mín leyfið það ekki þannig ég fór í svona, heitir það ekki fráhald og þetta virkar en ég átti samt sem áður eftir að losa þessar stíflur úr þessum orkustöðum og það líða 2 ár og þá skrifa ég handrit sem sagt sögu sem aldrei hefur verið gefin út hún er til sögumann sem er að glíma við alls konar og meðal annars klámfíkn og það eru þarna svo svæsnar klámsinnur sem komu innan frá mér fantasíur og þegar ég var að skrifa þær þá verkjaði mig svo í kviðinn og klofið að ég hélt ég væri að fá bara blóð æðan út í eistun bara ég hélt að það væri bara eitthvað að mér en það var eitthvað raunverulegt á bakvið þetta og þetta gekk yfir á nokkrum dögum að það losaðist eitthvað inn í líkama mínum og síðan þá er ég búin að vera frjáls undan þessu því þetta er afleiðing að einhverjum Já, ég ætla að segja þetta sem þú ert að segja með líkamann að þú veist, tala um þetta með viljastyrkin, skilur að við búum í samfélagi sem er svo mikið, skilur hvort sem maður, skilur að það er svo mikið einhvern veginn, ég ætla að sigra þetta á framheilanum og viljastyrknum en ef að líkaminn minn er stíflaður svo er þú að rembast í einhverjum viljastyrk í staðin fyrir að hugsa einmitt, þú veist, hvernig get ég losað þessar stíflur og það sem gerist þú veist, þegar þú byrjar að losa stíflunar þá ferð allt í hann að fá þetta til þín sem gjöf í staðan fyrir að þú þurfa að vera rembast fyrir að hafa fyrir því þá er þetta tekið frá þér og það er svona trú í því svo einlega þegar þú tala um psychedelics ef þú nærð að fara í gott ferðalag þá kemst þín í líkamann þú kemst úr haustnum og niður í líkamann og það er svo mikið game changer, það breytir svo miklu þú veist, þú er ekki að gera lítið, þú veist, þetta einhvern veginn að tala við sálfræðinga á gælinn, en þetta er allt framheilin þú ert svona röklega að reyna að tala um eitthvað vandamál og þræða þig framhjá þeim og inn í þeim og út úr þeim og lalala, en vandin er enn til staðar í líkamann og það er svona að trú í því sem ekki að næsta skref í þerapíum verði miklu meira líkamlegt, skilur, það er einhvern veginn, það getur, þú veist, þú getur verið að glíma við kvíða, en það er kannski miklu vænlegra fyrir það að fara og hitta góðan bodyworker, þú veist, ég veit ekki, ég vil ekki nota orðið nuttari að því það er svona bodyworker næra aðeins betur utanum, skilur. Við komum miklu lengra en nutt, sko. Já, ég meina, þú veist, þá er það að tala um einhvern sem raunverulega er að vinna með líkamann á þér. Ég er að segja að það getur verið miklu vænlegra að fara í svoleiðis. Ég til dæmis fór til hans núma hérna á föstudaginn og þú veist, í
bara hann tók mig og var að fara í kviðin á mér og gerði þetta mjög blíðilega og vel, en þú veist, hann var að fara í sólarplexusin, aftur og svona sjamanast svolítið á mér og ég náði að anda mjög vel í gegnum þetta og svo skrítið, svo þú veist, erum við að spjalla og þú veist, fyrir vel á með okkur í kveðan og svo bara keyri ég burt og finn bara svona, það eru 2 mist call og ég ætlaði að byrja að hringja og ég fann bara, nei, ég get ekki haldið upp í samræðum. Ég fór það mikið inn í líkamann á mér og það var mikil prósess í gangi að ætla að fara að nota allt í hennu röklega hlutan á heilanum var bara útilokað. Það var bara eins og ég hefði verið að reykja kannabis eða eitthvað, ég glemdi hugmyndinni. Fór þarna og ætlaði að fara að fá mér að borða og rekst þar á 2 manneski sem ég hitt og það eitthvað, sestu hjá okkur Sölvi og eina sem kom upp með bara, ég get ekki talað. Og svo bara þurfti ég að bruna heim og leið og ég kom inn heim og bara alveg ekka grátur sko. Og þá svo, þú veist, þetta í alveg ég að losa eitthvað líkamann skilur og vísindin sjá þetta ekki. Nei. Þau mæla þetta ekki. Það er engin mælitæki sem að nema þess orku. Þetta er á quantum resonance. Þetta er í skammtafræðilegum skilning. Þá setur þetta í hverja einustu frumu, í hverja einustu örpíplu, í hverja einustu frumu og þetta setur þarna, þetta eru pingu litlar eindir, þetta eru áföll. Já, og svo er þessir 3 sko, svona ef maður alveg hægt að fara lengra með en það er, það er physical body, emotional body og spiritual body. Það er þessir 3 innan gæsalappa líkamar. Og við erum rosa fixeruð á þetta svona sem er mest, ég er alltaf slett, dense, hvað er svona það sem er svona þéttast? Þéttleiki. Þéttleiki, svona það sem er mesti þéttleikin er líkaminn. En það sem maður finnur til dæmis eins og segjum bara, við verum að tala gott ferðalag á psychedelics, þá jafnvel nærðu, þú veist, að tappa inn í sálina þína. Og þá kemstu jafnvel inn í spiritual, sko, emotional tilfinningalíkaminn er næstur og eftir physical líkamannum, en svo er ennþá fínni þræðir í spiritual, sko. En ég hef upplifað það þegar ég næ tengingu þar, þá allt í hennu bara dagana eftir bakverkurinn er farin í allur annar í líkamannum. Og þá fattaði ég að þetta var ekkert líkamann. Þetta var bara, sálin mín er úr tengingu og það kemur fram sem stífleiki í líkamann, sko. Og þegar maður nær allt í hennu, eins og þú veist að segja hann, hún er að komast inn á eitthvað svið, þar sem bara, þú færið í raun og verið bara að sjá, það er ekkert þessi skammast þín fyrir. Þú er góðu gæi, ferðalagið þetta er nákvæmlega svo á að vera og þú fer að sjá þetta það skýrst að þá bara kemur ykkur óútskýranlegu slaki sem skilar sér síðan í líkamann. Sko. Og ég vil trúa því að, þú veist að því við erum að tala vísindi, við erum að fara þangað að við munum byrja að skilja þessa hluti betur. Ég trú ekki öðru. Sko. Það fer eftir hversu miklu vægi djúbríkinu. Ég ætla eftir að segja hvort djúbríki leyfi þetta. Já, hvort að djúbríki leyfi þetta. Einmitt, því að djúbríki sko, ekki bara vill heldur sko, þarnast þín veikur. Þú mátt ekki vera heilbrigður, það er ekki gott viðskiptamódel. Þú átt að vera veikur, ekki það mikið veikur og getur ekki unnið og borga skatta, helst ekki. Það má vera einhver ákveðin hlut allar fólki sem er óvinnufært, en lungaða fólki verður að geta unnið en því þarf að líða nóg mikið illa til þess að sækja í lyf. Og þetta er náttúrulega bara eitthvað barátta sem er í gangi en þú skynjar þetta Sölvi, það er eitthvað twist í gangi þetta núna. Það er eitthvað svona samfélagslegt twist í gangi. Það er eins og er einhver pólun að eiga sér stað. Ég skynja hana. Einhver orku uppfærsla og við erum orðin ringluð. Ég meina þú sér hvað er komið ljós með þessi Epstein-skjöl. Sko, það er bara komið ljós að sko sannleikurinn er lyginni líkast. Veist, ég átti samtali í gær við Agavinn minn, hefur að keyra í bæinn í gær og ég þurfti að biðja hann bara, ég er ekki viss hvað ég geti heyrt þetta. Með þetta? Já. Nei, ég passa mig að kafa ekki onni í þetta, því að þetta er rosa þung tíðni, sko. Þetta er heavy shit, sko. En ef við setja að tala um eitt, sko, því að tala um þessi skjöl, því ég hef ekkert sett minni í þetta, en það litla sem ég séð er bara, þú veist, til dæmis eins og Bill Gates. Þú ert óbólusettur og séð ekki. Jú, þokkalega. Einmitt, þokkalega.
og ég það svona, komið mér langaði næstu því og ég mun kannski gera það, fara inn á, þú veist, bara samfélagsmiðla og gera eitthvað smá bara svona, ok, þú veist, ég vildi ekki taka óskoðað bóluefni í sprautuformi í boði lyfjarisa, einn af þeim einn af bestu vinum Epstein. Og það svo að þvinga í mig og ég var vondikallinn sem átt að hýsa út í Grímsey að því ég sagði, nei, þið megið alveg gera þetta, en ég held ekki fyrir mig. Já, þú áttir ekki að hýsa út í Grímsey, en vinurinn Kári Stefáns, hann vildi meina það. Ég var að tala að svo kom allir þessi hlutir í ljós, þá ætlum við ekki að tala þetta. Nei, við erum orðin þreytt á því. Bara svona, mér langar að tala þetta núna, út af því mér langar bara að segja, heyrðu, þú veist, næst þegar eitthvað svona gerist, ætlum við þá að vera búin að læra eitthvað eða ætlum við aftur bara sá sem að neitar að fljóta með meginströmmnum, að hann sé bara vondikallinn frá fyrsta degi, svo þegar ríki sest, kemur í ljós 2 árum seinna að hann hafi kannski rétt fyrir sér, þá erum við öll orðin þreytt á að tala þetta og ætlum ekki að ræða það. Sko, ég skal ræða þetta við þig, en áður en við byrjum á því, þá langar mig að segja þér að leið og ég nefndi Epsteinskjölin og við fórum inn á þessa tíðni, þá fæ ég verk í mjóbakið. Já, ef ekki bara hætti að tala þetta. Nei, klárum þetta. Er það? Ég bara þegar ég heyrði þetta nafn, þá varði ég að koma þess að því ég fekk eitthvað svona hlátur þegar ég sagði bara, já, ok, Bill Gates, hann hann fullu, hann var að framleiða bóluefni, og bóluefni var í boði ríkisins og var að tróða þessu og við sem vildum þetta ekki, við vorum vondafólkið. Já, báðu hvað þetta áhuga. Þetta svo ógeðslega tvist. Ég sat hérna slagur, svo nú fæ ég bara svona seyðing í mjóbakið. Bara svona En sko, málið ég er svona einstaklega, ég veit lítið mikið og allt sem ég segi núna sagt með fyrirvara, en á okkur ákveðnu ári sem ég man ekki nákvæmlega, þá fyrirtæki sem heitir Amgen sem kaupir Decode og brunaútsölu og ég vil ítreka fyrirvaran. Þetta Kári vinnuðinn og allt svo leiðis. Amgen kaupir Decode og brunaútsölu því þeir eru bókstaflega á leiðin á hausinn því að genafræðin, stóra væntingar í garð genafræðinar, hún átti að útskýra uppsprettuna, tilganginn og þeir ætlaðu að kortleggja þetta allt, sko. En þau komist að því að þetta voru vonbrigði og genaboblan hún sprakk og allt bara var á leiðin á hausinn. Decode keypt af Amgen. Amgen var á stæðstum hluta, þetta ísraelskt fyrirtæki held ég, og var eða í eigu Bill and Melinda Foundation, semst Bill Gates. Það ekki talað um þetta. Sem gerir það verkum að Kári Stefáns, eftir því sé best skil, þá verður hann starfsmaður á plani. Það sem kemur fram í þessum Epsteinskjölum núna, hvort það var 2011 og 2012, þetta eru e-mail samskipti milli Bill Gates og forstjóra held ég JP Morgan, þetta kona sem mann heldur ekki hvað heitir, og Jeffrey Epstein, það sem hefur verið að undirbúa einhver færi hugmynd, heimsfaraldur, það talað hvernig við að losa okkur við allt þetta ónótæfa fólk, það kemur að fólksfækkun, hvernig getum við grætt $200 trillion og það hefur með lyfjaframleiðslu að gera og að fá alþjóða heilbrigðisstofnanirnar inn og stofna einhverja aflandssjóði og undirbúa tryggingafélög og þetta bara masterflétta. Veiran verður til á Tölvunastofu, held ég, 2 eða 3 götum frá kjötmarkaðnum sem að uppspretta veirunar átti að hafa átt sér stað. Hún manngerð, það hefur verið sannað og öllum líkindum var henni sleppt. Sko, þetta var undirbúin aðgerð, þrælskipulögð og sem að hefur núna fengist staðfest með þeim fyrirvara að skjölin séu ekki fölsuð. Og það náttúrulega eitt. Þú sjáir einhverja e-maila, veist, hver sleppir þeim og af hverju þeim sleppt. Þú þekkir ekki þær forsendur. Veist, það fullt af fólki í kringum mig sem lítur á Donald Trump sem eitthvað svona dýrling. Ég lít ekki á Donald Trump sem dýrling. Alls ekki. Ég lít heldur ekki á hann sem ekki dýrling. Ég bara veit ekkert hvað ég á að gera við hennan mann.
og þar að leiðandi bara læt ég hann eiga sig, en sko, og svo erum við íslensk heilbrigðisyfirvöld og veist, þau lepja náttúrulega bara upp það sem alþjóða heilbrigðisstofnunin segir og það bókstaflega logið að þeim því að við erum með svo mikla minnumáttakend Íslendingar og við erum skert svo miklu hugrekki og innsæi að við getum ekki tekið sjálfstæðar ákvarðanir því að við höldum að við þurfum að vera eitthvað í augum stórþjóða því við viljum svo mikið vera stór en erum bara eyjátt og ballarhafi. Veist, svo erum við sprautuð með þessum efnum og eins og tannlæknir talaði við daginn sem ég ætla ekki að nefna nafn. Hann segir sko, það er ekkit eðlilegt að 11 ára frændi minn sé að fá blóðtappa. Það er ekkit eðlilegt að sko ungt fólk er að greinast með turbókrabbamein og er bara dáið á nokkrum mánuðum. Þetta eru afleiðingar af þessum efnum og hann útskýrði það fyrir mér í dítilum. Af hverju? Því hann var alltaf læknir og vísindamaður. Sko, það var eitra fyrir okkur. Ekki mér. Því að ég, innsæði mitt sagði að það er eitthvað rámt hérna. Og við vorum lokkuð inn í höllina með kardimómubænum og DJ-um og við stóðum hérna í röð eins og uppvakningar. Lömuð af 8 í blindu trausti á yfirvöld sem aldrei hefur gert neitt annað en að ljúga okkur. Ef ég kemur mitt teika á þetta, þá var allt í mér sem að sagði það er eitthvað rosalega skakt við þetta. Já. En ég er ennþá ekki alveg samfærður að hafa verið eitra fyrir okkur. Nei. Skilur, það er bara einhvern veginn, þú veist, þar leyfi ég mér ennþá að vera ok, þú veist, ég veist bara að það er eitthvað rosa græðgis orka á bak við þetta. Ég á enn eftir að samfærast, en það er bara svo áhugavert þegar maður er farin að meðtaka og vinna úr upplýsingum og svona ólíkan hátt, þú veist, þegar við tala ég hef ekkert skoðað Epstein-skjölin, en það er bara allt sem segir mér, Bill Gates, þetta er bara dark shit, sko. Þú veist, það er bara allt sem segir mér, að þarna er bara eitthvað rosalega dimmt í gangi, sko. Já, sko, þetta eru djöflar, sko. Og þarna, veist, talandum illt og gott, veist, þetta eru djöflar í þeim skilningi alltaf bara númer 1 og þetta er það sem kemur fram bara í Núremberg réttarhöldunum. Svo er allavega sagt að sko niðurstaðan sko rannsóknarinnar sem var gerð á sakborningum Núremberg réttarhaldana var svo og mjög einföld. Þessir einstaklingar það sem einkennir þá er skert samkennd. Sem þýðir að þeir sjá ekki hag heildarinnar sem sinn eigin. Lokaður klúbbur og samkenndin er skilyrt. Sem þýðir að fyrir þeim þá ertu bara sko þú það sem heldur markaðanum uppi sko. Þetta er bara svo Matrix. Þú ert bara Neo í raunheimum í ykkur púpu pluggaðir í eitthvað kort og það er verið að draga úr því lífsorkuna en það er látið líta út fyrir og sérst að lifa eitthvað skona lífi með því að birta þér sýndaveruleika sem er ekki sannur. Já, svo meikar þetta sens fyrir þér? Algjörlega, og ef maður færir sér sko einmitt, að því það er svo gott sko þegar maður fer að tala þessa hluti og tala þú veist, og eins og þú sagðir áðan leiðu að fara að tala Epstein-skjölin og það finnir fyrir í bakinu svona, þess að hækka tíðnina svona, að fara aftur í bara sjálfsábyrðina að þú veist, þess að hugsa maður sko, það er svo gott að horfa á þetta þannig, þegar maður er að horfa á hvað er að í heiminum og horfa á Matrixið og þessa leiðtoga og skerta samkennd og allt þetta. Mér finnst svo ég vitna aftur í Tolla sko, hann orðaði þetta mjög vel þegar hann sagði heimurinn er að eiga við afleiðingar, þú veist, það eru nokkrir helt trámaðir afleiðingar sem valda því að hundruðir milljóna manna er að díla við afleiðingarnar af þessum áfölluðu einstaklingum. Skilur við. Og mér finnst þetta svo vel orðað að þá er hægt að fara einu leveli dýpra og spyrja sig
hvernig má standa á því að þessir einstaklingar fara á toppin? Þeir eru ekki á toppnum, þeir eru á botninum. Já, en þú veist, hvernig stendur á því að við búum í samfélagi þar sem þeir sem eru að taka ákvarðanir og hafa völdin, þú veist, það verið að verðlauna fyrir eiginleika eins og bara að vera bulli, að traðka á fólki, þú veist, einmitt skerta samkennd og allt þetta. Raunverulega ekki, því þeir þurfa að díla við afleiðingar í gegnum karmalögumál. Þeir eru á botni, það eina sem að skilgreinir í þessu samhengi toppin, það rauninni orka og þannig eru að tala um peninga sem veitir þeim ákveði rými, en þeir eru bara með peningana því þeir eru búin að ræna þeim að öðru fólki. Já, en leið mér að klára, sko, þetta sem við vorum að tala um áðan með orkustöðunar, ég trúi því að þú veist að lausnin út úr sér ef að hvert og eitt okkar að vinna með hilki sitt og líkamann sinn verða heilbrigt, hreinsa orkustöðunar, þá mun það sjálf krafa gerast að þessir einstaklingar mun ekki lengur verið í valdastöðum út af því að heilbrigt fólk velur ekki svona einstaklingar til valda. Skilur hvað það var? Þú veist, ég trúi því svo mikið að þú veist, maður alltaf einhvern veginn breyta heiminum já en, það svona já, byrjaðu að breyta sjálfum þér, já en, nei, bara prófa að byrja að breyta sjálfum þér. Ég heilbrigt fólk, ég meina Sölvi, veist, núna, veist, hvað myndirðu kjósa? Sem að vera alþingiskosningar. Þú var að velja eitthvað af þessum flokkum. Hvað myndirðu kjósa? Já, ég skil hvað þú ert að fara. Þetta allt kjánalegt. En þá ég myndi að segja, talandi aftur svona röglega framheila, að framheilin fer þó ég að hugsa, ok, en á meðan það eru bara rangi stjórnmál, en þú veist, ég trúi, galdrarnir gerast þegar við förum handan rökhugsunar og þú veist, það geta ótrúlega hlutir gerst ef þú fer djúpt í einmitt þetta, bara að finna fyrir þínum eigin orkustöðum og eins og þú varst að lýsa áðan spacinu sem að þú hafi verið í þegar þú talaður undir Rós, og talandi um svona kvantum hérna líp og kvantum hluti að ef þú ætlar að reyna að skilja þið allt með rök heilanum það bara svo, ég held að sé svo mikið af hlutum sem eiga sér stað handan hans og það rök heilin sem segir alltaf já en þú segir bara, ef við myndum öll bara að segja nei, nú ætlum við bara öll að fara og hreinsa speilin okkar, hreinsa orkustöðunar ég segi bara, innan ekki svo langs tíma væri allt í einu birtingamyndin bara orðin svo að það væri annars konar stjórnmálaflokkar í boði, það væri annars konar fólk í stjórnmálaflokkunum og allt breytt, sko. Sko, já, en veist, það felur í sér sko, já, nei. Sko, þetta afstaða sem tekin, þetta kosning. En hvað gerist ef þú gerir bara ekki neitt? Og hvernig myndi það líta út sem raunveruleg bylting og fólki myndi taka til sín valdið af djúpríki ef allir kjósendur myndu bara ekki mæta. Fattarðu? Það er ekki að taka, það engin niðurstaða. Það engin kosning, því það var engin kosningaþáttaka. Og hvað gerum maður þá? Kerfið ekki borið upp á neinu. Kerfið á að vera borið upp á fólkinu og kerfið borið upp á fólkinu því við erum að kjósa Sjálfstæðisflokkinu, við erum að kjósa Miðflokkinu, við erum að kjósa þetta, við erum að kjósa þetta. Bara berum þetta ekki upp lengur. Við ætlum bara að vera heima eða upp á Úlfarsvelli eða bara, eða veist það svona, þú veist, maður finnur þetta alveg einhvern veginn, því ég var að vitna í þetta viðtal á þann við þessa félaga við hennan hegðunar þeirra sem að koma með algjöran relativism maður finnur alveg, þú veist, ég finn það alveg á mér þegar ég fyrir að tala þú veist stjórnmál og þetta, þú veist, maður finnur bara, þú veist, hvað það stór partur að mann búin að segja sig úr þessari tvíhyggju og búin að segja sig úr þetta, maður getur ekki lengur, þú veist, ég horfi á suma aðila sem eru, einmitt, með svona stjórnmál og þættu eitthvað svona og maður sér, þeir eru alveg keiftir inn í þetta og það er bara svona ok, þú veist, þannig að það er bara rosa mikið og svo kemur nýr flokkur og allt verður alveg eins og allt verður alveg eins og allt verður alveg eins og þú veist, það er ekki hægt að afsjá það þegar þú ert búin að stíga og horfa á þetta bara rosalegt matrix og svo góði strákar
og Satan, veist, sittur hann eins og með Þóran í hjartans. Já, hann er bara en þá kemur hinn punkturinn sem sko margir sem að það gerist held ég bara í þroska vegferð margra, þegar að þú veist, þegar heimsmyndiðin breytist þannig að þú byrjar að sjá þessa tvíhyggju og sjá þetta leikrit og sjá þetta Matrix, að þá svo stuttið þú flippir yfir og ekkert skiptir máli. Veistu það? Skilur, þannig að mér finnst einhvern veginn kunstin vera, hvernig getur þú stíð út úr þessu, en verið samt, þú veist, með rosa ástríðu fyrir lífinu og rosa mikið í því að allt skiptir máli, sko. Þú veist, og þá ég að tala um þetta einhvern veginn að, þú veist, hvernig er hægt að, þú veist, einhvern veginn, ég veit það ekki, bara, skilur þú hvað að fara? Já, bár. Sko, veist, ég bý í húsi, í götu, í Reykjavík, með ungling, konu, bíla, matareinkaup, vinnu og ég mæti í vinnuna, ég borga skatta og því að ég bý í þéttbýli, ég kýs að vera hérna, ég þarf ekki að vera hérna og ég þarf að sjá, ég og konu mín, við þurfum að sjá dóttur okkar og okkur fyrir fæðislegu öryggi, húsnæðislegu öryggi, fæn og ég borga þessa skatta, sorpið mitt í tekið en ég mun aldrei aftur kjósa í svokölluðum sýndar lýðræðislegum kosningum. Aldrei. Og ég mun aldrei aftur taka afstöðu með einu ríki eða á móti öðru í neinum stríðsdeilum. Aldrei. Ég locked in, eins og dóttir mín segir. Læstur inn? Ég búin að fá skilaboð það að ég sé hérna með tilgang og hann sé marg, sem sagt, hann á mörgum sviðum og þetta kemur að hlutverkum og eins og ég kem þarna inn með tilkomu dóttur minnar inn í líf mitt að þar gegni ég ákveðnu hlutverki og hún gegnir ákveðnu hlutverki gagnvart mér og ég þroskasögu okkar hjóna eftir 28 ára samband þar sem við höfum og aðalega ég boðið henni upp á mikinn sársauka og svik og óþægileika að það ákveðin háskóli og og það ákveðin saga sem að okkur ætlað að fara í gegnum og ég locked in og ég búin að lýsa því yfir að ég tilbúin til að þjóna þessu guðlega afli sama hvað verður lagt fyrir fram mig, þá ger ég það og ég búin að lýsa því yfir að ég móttækilegur fyrir sem sagt innsæi, leiðbeiningum og hugrekki mitt óbilandi því ég búin að komast að því að það engin dauði. Það engin dauði. Það ferðalag sálar milli efnisforms og vita en það engin dauði og fyrir vikið ekkert að óttast og ég treysti þessu afli og þegar ég lýsti þessu yfir þá var mér sagt að ég væri verðugur erindreki þetta bara tálsýn og það eina sem skiptir máli þetta samtal sem við erum að eiga núna og að hafa gaman og deila gleði og deila sögum og veist þetta bara ævintýri sko, við erum ekki einu sinni búin að fara út í þessa stýrðu uppljóstrun á UFO-málaflokknum sem hafin já, ef ekki að fara í það og á eftir að ná píki hérna sko, við skulum byrja á einu Project Looking Glass hefur þið heilt þetta? Nei. Þetta náttúrulega samsæriskenning. Það ekki margar samsæriskenningar eftir. Það rauninni bara, veist, við höfum eftir að það bara flat earth. Við höfum eftir að
það á eftir að koma fram í Epstein-skjölunum. En sko, veist, þetta er veisla fyrir samsæriskenningasmiðina núna. Þetta er alltaf komið ljós. En Project Looking Glass, þetta er svona fjarmiðilsverkefni, ekkert ólíkt Project Stargate og annað sem hefur verið staðfest. Þetta er bara fjarmiðla remote viewing verkefni á vegum bandarísku leyniþjónustunnar og Project Looking Glass er reyndar frábrugðið sem sagt Project Stargate að því leyti að þú ert með tæki sem er af ójarnaskum uppruna sem okkur hefur verið gefið þess að þú getur séð inn í framtíðina. Þú getur ekki séð tilbaka en þú getur séð áfram. Og sagan segir þetta sem sagt hef ég frá viðtölum misáraðanlegra uppljóstrara en gamli kallar sem hafa stigið fram að þeir segja að þú sérð inn í framtíðina í gegnum þetta verkefni Project Looking Glass en eftir október 2030 þá er allt svart. Ok. Sér ekki lengra. Og viðkomandi aðili vissi ekki af hverju. Hann sagði, ég veit ekki hvort það sé út af því að maðurinn hérna bara eins og í Law of One bara hérna í heild sinni bara eitthvað rísið upp fyrir efnisform og farið inn í eitthvað bara veldisvöxt í quantum resonans upprisu bara saminist eternum og bara skilji eftir sig hérna eitthvað tattúblek og fött og silfurfyllingar í tönnum og gufi bara upp eða að það er sem sagt einhvers konar endir á mannkyni. En ég er enda sannfærður það að aflið sem að sko þetta starffræðilega quantum guðlega afl sem að einhver eða einhver tíman bjó til sem sér okkur og fylgist með okkur og þekki hver einustu hugsun, hvers einasta einstaklings, hver einustu hreyfingu, hver einustu plöntu að það mun aldrei leyfa okkur neitt annað heldur en algera uppljómun. Þjáningin er ekki það sem býður okkar. Ég sannfærður það. En það gerist eitthvað samkvæmt þessum kenningum Project Looking Glass 2030. Allt svart. Það hefur verið talað 2027. Þá eigi að fara að stað hérna eitthvað Project Bluebeam. Þú er reitt á því. Project Bluebeam. Þetta er hinn sviðsetta árás utan á geimnum sem ég örugglega talað hérna. Þú veist það sem að allir sjóðir allra ríkja verða bara einfallega drenaðir í eina alheims herstjórn sem eru leitt áfram af Space Force sem by the way Donald Trump stofnaði á sínu síðasta kjörtímabili. Og það verða bara hérna sett á svið, hérna bara innrás, eitthvað Mars Attack, það sem að verða sprengta nokkrar borgir skilju, þetta bara eitthvað hann að fórna kostnaður til þess að skapa þetta er bara COVID á styrum til þess að skapa það mikinn ótta að einstaklingurinn hann hlýðir við í öllu og gefur frá sér allan rétt til þess að taka ákvarðanir og alla ábyrgð. Sjáðu mig, allar eignir verða teknar að þér því við erum að berjast við hættulegan óvinn. En þannig komum við aftur inn á þetta sem ég var að tala á hann með að ég er alveg sammálaður með að mér finnst eins og ég hafi upplifað þetta að það sé ekkert annað í boði en að á einhvern nátt tengjast aftur upprunanum sem er, þú veist, hvort sem við köllum það Guð eða hvað það er. Þannig að það er útkoman en talandi þetta, skilur, eitthvað svona, þú veist, ég trúði að það séu margar mögulega tímalínur í boði núna, skilur við. Það er ekki bara einhver endanlega niðurstaða. Það eru margar tímalínur í boði. Óendanlega. Og þá kemur þessi spurning, ok, við komum hérna í formið mannslíkama og við erum með, ég trúið eitthvað sem heitir, þú veist, frjálsvilji og það er svona, þú veist, þetta sem þú tala um nú er ekkert kynnt mér þetta sem þú tala um mögulegan 2027, sko. En fyrir mér er þetta svona martraðkend útkoma. Okkur.
að það sé svona ein alheims ríkisstjórn og allur vilji sér tekin af fólki og við erum öll í hlíðinni í einu og öllu. Ekki þetta allt út frá gefnum forsendum. Já, en það kem ég aftur inn í þetta sem ég var að tala áðan með viðtalið. Að spurningin ef maður segir, ég búin að sjá bara útkoman svo og við verðum öll uppljóma á endan og við verðum öll guð, þannig ég ætla bara að leggjast aftur og fylgjast með, eða segja, nei, þetta rangt. Þannig að þannig ég til í, þú kallaðir þið áðan að vera hvað sagðir, að vera verður... Erindriki. Það allt í mér sem segir, ef ég hef eitthvað hlutverk ef ég get eitthvað lagt mitt lóð á vogarskálan ég að segja nei, við eigum að frelsa okkur, við eigum ekki að fangelsa okkur. Og þannig ég alveg til í að segja, að náttúrulega ekki bara að segja allt eins og á að vera og ég ætla bara svona að setjast aftur og fylgjast með til að segja, ef ég get, þetta rangt að segja pick a fight, en ef ég get sagt nei, ef ég get notað orkustöðuna mína til þess að tjá það, þetta rangt. Þú mátt það. Já, og þá ég að segja, ég trúi því að þannig séum við að skapa ólíka tímalínur og ef að við öll setjum djúpt inn í okkur og finnum bara, þetta eitthvað svona útópískur veruleiki eða martraðakendur veruleiki. Dystopískur, einmitt, það er rétt orðið. Sem að, ef hann gerist og það það sem á að gerast, ok, gott að blessa, þá það þannig, en ég held við getum afstýrt því. Og það sem að mér ég líka hafa fengið að sjá að við erum miklikvellur að gerast og við höfum áhrif á það hvernig hann birtist. Og allt snýrað af frjálsum vilja. Já, og það er svona að segja, það er svona að hugsa maður skilur, og þá ég aftur að segja það, svo oft sem gerist þegar fólk fyrir út úr tvíhyggju, þá það komið í, já, allt bara eins og það á að vera, og þá, þetta er bara alveg eins og það á að vera, og svo bara horfir á okkur, og þá kem ég aftur að þessu viðtali sem ég orða á. Nei, ef eitthvað bara inherently rangt, þá ætla ég að segja, nei, þetta er rangt, og ef ég get eitthvað gert til þess að stoppa þetta. Rangt út frá hvaða skilgreiningu? Nei, nákvæmlega, og þannig þú komin í það saman og behavioral therapist var að segja við hann. Þetta eru bara þína forsendur. Þá myndi ég segja, ok, ef það verið að misþyrma barn út á götu, og þú hugsar, já, kannski mun þetta barn bara fá okkar svakalega gott út úr þessu tráma. Nei, það er eitthvað í frumunum mínum sem segir, já, stopp þetta af. Þetta er rangt. Kannski mun þetta barn uppljómast út af því að því var misþyrmt. En það er eitthvað rangt við þetta. Og gæinn sem að framkvæma misþyrminguna, hann í engum rétti til að vera misþyrm þessu barni. Og ef ég get stíð á milli og sagt, nei, þú misþyrmir ekki þessu barni, hvort þú taktu mig fyrst, þá ger ég það. Hvorum þetta bjarga hana? Hvort þetta bjarga gerandanum eða þólandanum? Ég bara að stíga inn í eitthvað sem er rangt. Ég að stíga inn í eitthvað sem segir, þetta talandi skilur bara ef að gerandinn með eitthvað svakalegt tráma á bakinu og hann að framkvæma þessa hegðun út frá trámanu sínu, að þá finnst mér að vera í okkar valdi ef að við getum byrjað að stoppa þennan trámarhring og byrjað að leysa hann upp, þá eigum að gera það, skilur en þá þetta auðvitað þunn lína, því svo get ég fara að segja, ok, ég ætla að fara að ákveða allt hvað er rétt og hvað er rangt, ok, þá ég kannski komin á svolítið villigötur, en ég trúi því að á ákveðnum hlutum, þá það bara, við finnum það öll, þetta eitthvað sem er rangt, skilur þú ósammála mér? Nei, ég heyri hvað að segja. Ég meina, ef þú myndir bara setja dóttur þín í þessi spór, þá myndi allt í þér segja, já, ég stíg inn í, en ef þetta bara eitthvað barn, þá getur þú kannski sagt, já, þetta er bara eins og þetta á að vera. Nei, ef ég væri settur í þessar aðstæður, þá myndi ég alltaf stíga inn í. Nákvæmlega. En þá kemur þetta að forsendum og þá er mér hugsað, í sögu sem ég heyrði, ég held ég við sagt þér hann áður, með Búdda í skipinu. Hann með 300 manns í skipi, eða Siddhartha prins, og er út á sjó og einn af þessum einstaklingum tekur upp exi og byrjar að höggva gat í skrokkin innan í skipinu og ætlar að sökkva því. Þannig að þeir munu öll deyja. Hann er drilltur og Búdda kemur aftan á hann með hníf og sker hann á háls. Og þá kemur einmitt þessi spurning, af hverju gerir hann þetta? Þá segir fólk, já, til þess að bjarga þessum 299 einstaklingum. En svarið sem hann gaf var nei, hann var ekki að því til þess að bjarga þessum 299 einstaklingum. Heldur var hann að bjarga gerandanum frá því karma sem fylgir að myrða
300 manns. Nákvæmlega. Ég myndi í raun og veru færa rök fyrir að hann að gera bæði. Já, algjörlega. Skilur, og þá það bara þetta, skilur, eitthvað þú veist, þegar við vorum hérna út á þann og við sjáum bara, þú veist, það til eitthvað sem heitir fallegu dagur. Já. Þú veist, þetta ekki, við erum alveg með eitthvað gildismat. Það til rétt og rangt. Það til gott og vond, skilur við. Og ég veit að... Já, það til sem hugmynd, sko. Já, þannig að þú sagðir það sjálfur á hann. Þú sagðir, ég myndi alltaf stíga inn í. Já, ég myndi gera það. Af hverju myndir þú stíga inn í ef það ekkert gott og vond? Út frá, út frá hugmyndafræði eða það út frá eðliskvötum, út frá kærleik, út frá einhverju svona prímatív eðli, einhverju prímatív dýrs eðli sem að afleiðing af, sem að tvíhyggju konsept, altså mitt, þitt, sem felur í sér ég, þú, sem sagt sundrung í stað einingar. Þetta eru rosalega flötur sem við erum komin í. Ég að segja það. Þetta eru rosalega... Ég að segja að þegar maður komin... Þetta eru grundvallar spurningar sem krefjast íhuguna sem þú spyrja hérna núna. Ég að segja það og það sem er svo áhugavert við að fara inn í þetta samtal er að ég hljóma kannski eins og ég kom inn í þetta samtal sem einhver svaka tvíhyggjupési. Ég að koma inn í þetta samtal sem einmitt gæinn sem hef farið þangað að ekkert skiptir máli. Og maður sé í raun og veru bara orðin algjör relativisti og allt á rétt á sér og eitthvað. En ég aftur að stíga, mér finnst það svo í þroskaferlinu, þá horfum við á þannig að fyrst kemur inn í heiminn sem barn og þú ert bara einhvern veginn hérna bara Buddha. Þú ert bara fullkominn. Svo byrjar tvíhyggjan að koma inn og þú byrjar að herðast í þinni afstöðu og þínu narratífi og þessu dótir, skilur við. Sumir eru bara þar, þangað til að deyja. Aftur og aftur. Já, aftur og aftur mitt. En sumir, það verður eitthvað vakning og allt í einu, og það er rosa sárt að þurfa að stíga út úr því að hlutir sem áður skiptiði máli allt í einu hættir að skipta máli. Talandi stjórnmála eitthvað, þú getur ekki lengur kiptið inn í þetta. Það kemur ákveðið tilgangsleysi. Og þú ert kannski þar í svolítinn tíma. Fýtt, bara ekkert skiptið máli, allt er eins og það á að vera og eitthvað. Yfir í að, þú veist, halda áfram og stíga síðan aftur inn í að allt skiptið máli á nýjum forsendum. En þá það maður einmitt að vera mjög meðvitaður að vera alltaf að hreinsa sin eigin speil til þú sé, að því það er svo stutt í að egói komi inn og þá ég aftur komin í, ég að ákveða hvað rétt og rangt og núna ég í raun og veru að ákveða á röngum forsendum. En þetta eru bara, þetta eru mjög djúpa pælingar. Svo eitthvað, mennskan er margslungin. Hún er ótrúleg. Staðirnir sem við farum með okkur á, svolítið. Nei, menn það er líka bara og það er líka bara einhvern veginn, ég veit ekki, ég satt hérna fyrir framann ungan mann Joey Christ, hérna rappara. Já. Tókum podcast saman, ég man... Þekki mömmans. Hæ? Þekki mömmans. Já, við mann vorum að spjalla saman og þú veist, við man ekki alveg í hvaða samhengi það kom upp. Að hann segir allt í henni, þú veist, við vorum að tala um eitthvað svona, þú veist, að finna einhverja innri reiðu eitthvað svona og hann segir svona, það sem svona, það myndi aldrei koma í mig að ég myndi einhvern veginn fara að berja einhvern í stöppu. Og þegar hann segir þetta, þá er ég bara eitthvað... Ránsvar. Nei, kannski fyrir hann, en það segir bara veruleikin okkar ólíkur. Ég alveg búin að þurfa að mæta þeim part í sjálfum mér. Ég hefði hæglega ekkert að myrt mann, sko. Ég hef búin að þurfa að horfa á rosalega djúp og mikla skugga, skilur við. Og þar að leiðandi, þú veist, þegar maður kemur inn í eitthvað svona eins og þú ert að segja, þetta er svo vel orðað með söguna Buddha, að því ég skil líka bara hvaða karma hefði það verið fyrir mig að ég hef gert eitthvað svoleiðis. Að því, þú veist, ég hef alveg þurft að fara í gegnum það þegar ég hef verið mitt í svetti með einhverjum gæjum og ég er alveg eins og þeir, skilur við. Þannig botn og grunn, myrtu eða er á réttum fórsendum. Nei, það sem ég er að segja, skilur ég, er að þú veist, það er svo, mér er svo áhugavert að hérna, þú veist, við þekkjum allir þess að bara hérna einmitt, þess að umræða svo að einhver fyrir einhvern veginn að, þú veist, tala um hvort sem það er Hitler eða eitthvað dót og það er bara, þú veist, ef við erum alvörunni heiðarlega við okkur sjálf, við eigum alls konar hliðar, sko. Já. Alls konar hliðar, sko. Já. Já. Hvert eru að fara, maður?
það verið að stýra uppljóstrun núna á geimverum. Hún stýrð? Já. Og heldur þetta sé þá verið að búa, trúir því ennþá eins og við töluðum það fyrir einhverju síðan að það sé verið að búa í hæginn fyrir það narratífa það eigi að sameina heiminn gegn árás utan geimnum? Sko, ég get ekki sagt það með vissu. Það eru spekulationar. En sko, hefurðu sett eitthvað inn í það? Rosa lítið. Barack Obama fyrir 2 vikum síðan í hlaðvarpsviðtali hjá einhverjum stjórnmála fréttaflutningamanni og hann spurður hraðaspurninga í lokin, are aliens real? Og Obama segir, yes, they are real, but I've never seen one and they are not kept in any underground facilities at Area 51. Mm-hmm. But if so, then there is a huge conspiracy at play, resulting that the president of the United States doesn't know about it. Og það bara wow. Og það skal tekið fram að Barack Obama og Michelle Obama, þau eiga kvikmyndaframleiðslu fyrirtæki og eru núna í þessum tölu orðum í framleiðslu á stórri mainstream heimildarmynd Barney and Betty Hill abduction case sem eitt frægasta UFO brottnámstilfelli í Bandaríkjunum fyrr og síðar. Þannig að hann involveraður í henni málaflokk á einhverju leyti. Þetta á laugardegi eða sunnudegi. Á fimmtudegi, semst í ekki síðustu viku, þar síðustu viku, þá Donald Trump spurður af fréttamanni Fox sjónvarpsstöðvarinnar inn í Air Force One flugvélinni. Mr. President, hvað finnst þér það sem að Barack Obama var að segja með geimverurnar? Og Donald Trump segir bara, he had no business doing so. He gave out classified information. He might get into trouble. Og svo segir hann, I might have to get his ass out of trouble by disclosing it myself. Segir eitthvað svona, ég þarf mögulega að losa hann úr þessari klípu með því að uppljóstra þessu sjálfur. Og svo hann eitthvað spurður, heldur þú að geimur þessu raunverulegar? Og hann eitthvað snýr sig eitthvað inn út úr því. Og þetta á fimmtudegi. Svo vakna ég á föstudagsmorgni klukkan 5, fer niður í stofu, byrja að skrifa, eða sest niður að fara að skrifa. Og þá bara á Truth Social sem þessi, ekki eitthvað skonar X-miðl. Það bara Donald Trump með yfirlýsingu. Bara sögum mikils þrýstings og áhuga frá fólki, þá hef ég núna tekið ákvörðun að setja stað tilskipun til stríðsmálaráðuneytisins og allra annara deilda og stofnana sem við koma extraterrestrial life forms, UFOs and UAPs. Bara full disclosure á öllu government stöffi. Og þetta var á föstudegi og það bara allt UFO samfélagið fór bonkers bara á hliðina Þetta hefur aldrei gerst áður að sitjandi forseti stórríkis eins og Bandaríkjanna bara segi extraterrestrial life forms. Hann hefði getað sagt UFOs eða UAPs sem rauninni bara óskilgreint flíildi, það getur verið bara einhver rússnesku dróni eða kýmversku dróni sem, það bara svona hattur yfir bara ótrúlega margar mögulegar náttúrulegar útskýringar, en það segir hann bara extraterrestrial life forms, bara ójarnest líf og svo bara núna liðin einhver ákveðin tími og þingmenn og konur vestanhafs og vísindamenn farin að stíga núna fram og að halda þið fram og meðal annars stríðsmálaráðherrann Pete Hegseth, hann var spurður í viðtali núna í síðustu viku, bara þetta rétt? Þessi tilskupun, þetta raunverulegt? Og hann, já, þessi tilskupun komin á borð til mín og ég og mitt teimi við erum byrjaðar að setja niður fundi, þannig að við erum að fara í full disclosure á öllum þessum málaflokk.
Og það sem áhugavert í þessu, það sem búið að vera að sörkjuleita á samfélagsmiðlum og í UFO samfélaginu núna síðustu vikur og mánuði sem sagt fullyrðing, það til breskur heimildarmyndargerðar maður sem ég man ekki hvað heitir, en hann segist hafa fengið upplýsingar frá sem sagt inside aðila í ríkisstjórn Trump núna fyrir einhverjum vikum eða mánuðum síðan sem að segir að Donald Trump sé með tilbúna disclosure ræðu sem hann ætlaði að flytja á afmælistegi Roswell atviksins sem sagt fyrir 79 árum síðan 8. júlí næstkomandi. Það sem hann mun tilkynna þjóðin sem sagt heimsbyggðinni að við erum ekki ein og að við séum búin að vera að ná til okkar flíildum síðan snemma á 5. áratugnum og við séum sett búin að gera samninga og erum í samskiptum við ójarnesk samfélag. Því málið að það kalt stríð í gangi milli 3 ríkja og þetta Rússland, Kína og Bandaríkin í þessum málaflokk. Hver kemur fyrstur með þessa uppljóstrun sá sem hefur tæknina með sér. Þetta bara í raun ekkert annað en hver kemur fyrst á tunglið. Og svo reyndar allt sem bendir til þess að þeir hafa aldrei lent á tunglinu. Það önnur umræða. En spáði í, það sem ég pæli bara út frá fjölmiðlum og fjölmiðlun og upplýsingaflæði, hvað áhugavert að sitjandi forseti og fyrrverandi forseti segir svona hluti og þetta ratar ekki einu svona í fréttinnar, sko. Þetta rataði í fréttinnar? Eða, þú veist, mjög lítið. Þingu pons. Breil ekki neitt, sko. Þá hugsa maður bara, vá hvað við búum á svo kaotískum tímum, það sem bara... Við erum bara... Og það náttúrulega líka það sem maður hugsa eins og með þessi blessuði Epstein-skjöl, sko. Að gott að blessa það, hann hefur verið að uppljóstra einhverja agalega hluti, en fyrsta sem ég hugsa líka verið að afvegalið okkur og halda athyglinni okkar þarna. Já. Skilur það áhugavert að það er allt snýst núna þetta, allt. Og ef það væri raunverulega einhver elíta sem stýrir öllu og hún í þessum skjölum, heldur að hún myndi ekki finna leið til þess að hafa athyglinni eftir annars þar. Spurningin ekki bara einhverjir sem raunverulega eru elíta sem vilja bara athyglinni síðan þarna. Já, ég meina, fréttirnar eins og MBL vísir og þetta drastskilu, þetta kemur allt frá þessum 3 fréttaveitum sem náttúrulega bara allt í eigu þessara djúpríkis aðila. Eins og öllu stýrt, þetta eru sjúklega klára einstaklingar, en ég ætla að sýna þér eitt, býtu. Komdu með þetta. Sá ég þessa bók. Já. Þetta hérna kortlagning síðan 1933 á UFO málaflokknum í grófum dráttum á öllum samsæris kenningunum sem núna eiga eftir að vera bornar á borð, alveg svo Epstein-skjölin voru bornar á borð sem potential sannleikur með þeim fyrirvara að gögnin séu fölsuð. Þetta hérna bók sem inniheldur þessa sögu sem núna á næstu 6 mánuðum við höfum eftir að fá staðfesta. Og ég ótrúlega stoltur af því að hafa gert þetta og á þessum tíma. Og sem sagt á Íslandi, á íslensku og þessu verkefni var mér einfaldlega úthlutað í gegnum hið upplýsta alvald sem steig niður inn í sáluna mína og gaf mér þessi skilaboð að þetta ætti að gerast. Þetta gerist, þessi skilaboð fæ ég febrúar, mars, apríl 2025 að þessi bók eigi að koma út. Og þetta svo magnað, locked in tilbúin í divine handleiðslu. Þá færðu að vita í hvaða átt og hvaða tímalínu þú átt að velja þér. Og sama kemur til að gerast þegar þú stendur frammi fyrir einhverju ofbeldi, eins og vorum að ræða áðan. Þú fái bara handleiðslu. Já, þú veist að því ég trúi að það sem allan sem ég tala fyrir mig, ég get ekki tala fyrir aðra, en það talandi þess að togkrafta, þú veist, það klísjukenda orð Matrix eða okkur, togkraftanir eru svo mikið allir í þá átt að aftengja okkur. Færa okkur frá okkur sjálfum og aftengja okkur frá innsæðin okkar. Ég trúi að þú veist, þegar maður næra kóplas út og tengjast innsæðinu sínu, þá færð að finna í líkamanum á þér
hvort að eitthvað rétt eða rangt, skilur og þá finnur bara að því við tókum þetta dæma á hana stígin í eitthvað svona ofbeldi eða stígin í eitthvað, þú finnur það líkamlega var ég að gera rétt eða rangt þú færð svörunina strax, skilur en við erum náttúrulega flest bara á þeim stað að við erum ekki tengd innsæðinu svona vel daginn út og inn út af því að tókkraftar eru allir í þá átt að aftengja okkur Já, en veistu að það gerist eitthvað fyrir því þú lendir í aðstæðum það er ein umræða ég hef þurft að hlaupa inn í brennandi byggingu ég hef einmitt eins og ég sagði hinn í byrjun þessa viðtals þurft að díla við vinkona mín í fanginu sem sagt yfirgefur líkamann ég lendi því að þurfa að stökkva á innbrotsþjóf sem var sko helmingi þyngri en ég og helmingi stærri og ég lendi í aðstæðum þar sem ég hef impulsíft brugðist við Áhugaverðasta svona atvik hjá mér var þegar ég var í Suður-Afríku og fekk gæjan mannan með sveðjuna eftir mér og það var eitthvað það er ekki tíma til að hugsa sko Nei og það sem var svo áhugaverst við það atvik var einmitt að kvöldið þurfti ég að melda þetta frá svo mörgum sjónarhornum Eitt sjónarhorni var bara hvað karma er þessi gæi með af því ég klárlega ekki fyrsti gæinn sem hann að gera þetta við Kall greið hann núna bara heima að horfa á Netflix og hættur að hugsa það að hann ætlaði að taka líf í dag skilur annars sem ég þurfti að hugsa er að ef ég hefði ekki á bara sekundu broti ákveðið að hlaupa í rétta átt þá hefði komið til handalögmála og ég ætla að segja ég er alveg hraustur hann hefði stútaður ég er hraustur, ég er stærri en þessi gæi sko ef ég hefði náða ef hann hefði ekki náð að drepa mig með fyrstu sveðjuhögginu, þá hefði ég kannski drepið hann og hvaða karma hefði það verið fyrir mig, skilur þannig að þetta snýst ekki bara Þetta er svo rosalega saga, sko. Já, og þú veist, og þarna þurfti ég raun að vera dývinni og svo þurfti ég líka að skoða, var þetta lífið að sýna mér mitt eigi myrkur í formið þessa manns, skilurðu, og ég þurfti að melda þetta frá svo mörgum sjónarhóðum, þetta er svo bílað, en þarna kom rosalega sterkt til mín. Það er eitthvað rétt og rangt. Já. Það sem hann var að gera þarna er rangt. Hann átti engan business með að fara að taka lífið mitt. Það finnur ekki samt á saman tíma fyrir rosalegum kærleika í garðans. Ég er bara þegar þú ert að segja þetta, ég finn fyrir svakalegum kærleikum í garðasa manns. Já og nei, af því þú veist, ég hugsa bara fólki sem hefði verið skilið eftir í sorg ef hann hefði drepið mig og svona, þú veist, það er bara svona ok, þú veist, talandi eins og Búddasöguna, það er alveg partur af mig sem var bara, ef hann er að fara að halda þessu áfram, kannski það besta sem hefði verið að gera ef ég hefði drepið hann, skilur, ég veit það ekki. Já, þú veist að gera það í kærleik. Nei, þetta er áhugavert, því ég skil alveg hvað þú ert að koma þegar þú segir og finnir kærleika til hans. Ég þurfti alveg að fara þangað líka, segja bara, þú veist, að vera hérna, kalla ángin, að vera hérna í þessum, þú veist, að hafa komið hérna á jörðina, þú veist, og verið í þessum líkam á þessum stað, og þetta er bara það sem þú ert að gera. Já. Ég svo skilur, þú veist, ef það er til eitthvað sem heitir hérna orsök og afleiðinga, þá er þetta ekki gott, sko, bara ekki gott, sko. Þetta er allavega það sem það er. Já, en þú veist, það er áhugavert þegar þú veist, það er svo auðvelt að þú veist að tala um þessar hlutir þegar þú brennir þetta hús og þegar þú veist að lýsa því þú hefur verið með mannesku sem deyr í fanginu þér. Ég hef ekki upplifað það, en svona hlutir breyta þér, af því þá fer þetta frá því að þetta er eitthvað sem þú skilur á pappír yfir í að þetta er eitthvað sem ég er bara búin að upplifa. En ekkert að þessu er rangt. Fyrir mér, allt af þessu hefur verið rétt. Og þetta hefur skilið mig eftir með vasa fulla af gimsteinum. Og þessi vinkona mín til dæmis, hún Oz, hún var sem sagt fædd í Tyrklandi en ólst upp í Breitlandi. Við sem sagt stundum jóga saman, ég, Oz og kona mín og fleiri hittumst nokkrum sinnum ári á workshopum út allan heim og við vorum saman á Indlandi alltaf 1-2 mánuði á ári. Sem sagt frá 2007 og það bara kær vinkona bara Astangi, hún var með sitt eigið Astanga skóla í London sem er ennþá starfrættur sem heitir Still Point Yoga algjörmeistari hún Oz og svo fór hún bara og ég fekk þann heiður að vera með henni þegar hún fer úr þessum efnislíkama og ég man sko veist, þetta er svo fallegt hún fellur á gólfið fyrir fram mig
líður yfir hana með sólsting, fer hérna á steypt gólfi hérna aftan á höfuðkúpunni og ég kem yfir hana og það blæðir hans úr eyrun á henni og eina setningin sem hún náði að koma upp úr sér, hún byrjaði svona aðeins að hristast með hendina á henni og svo kom þessi setning I'm all right. Það var eina sem hún sagði. Skilur við. Veist, hún var á lífi þegar við bárum hann út í bíl og svo í bílnum þá fann ég, veist, hún misti þvag og svo fann ég púlsinn bara, veist, hverfa, skilur við, og svo sá ég augun á henni bara, veist, og því lík fegurð og hérna, og það sem ég ætlaði að koma kannski ágætt að enda þetta hér Sölvi, því þarna þetta var það sem ég ætlaði að koma að hérna í byrjun. Þetta var áfall og svakaleg sorg, en þegar ég fæ símtalið 1. mars 2012 að dóttir mín væri komin í heiminn, þá lagaðist þetta. Það bara, kærleikurinn kom svo sterkt inn að ég sá þetta sem ekkert nema fegurð að oss skuli hafa farið á þennan hátt og að ég hafi fengið að vera þáttakandi í þessu umbreytingarferli sem að í hefðbundnum skilningi skilgreint sem dauði. Svolítið þannig. Svolítið, gól og gort. Já, ég held það. Er þetta ekki... Jú, við erum búin 1,5. Mér finnst einhvern veginn, við erum búin að hittast hérna svo oft, Sölvi. Við séum alltaf að komast einhvern veginn nær og nær þessu samtali sem að mér er alltaf dreymt að hafa. Já, einmitt, nær og nær, því þú veist, þetta er svona trial og error, sko. Já. Þú veist, fer og hittir aðeins á vegg og svona, skilur ég er alveg sammála, sko. Skilur við. Og ég fann alveg, þú veist, maður er að fara aðeins ótróðuna slóðir hérna. Já. Núna í dag, með, þú veist, einmitt, þetta er svona, ef ég væri að ritskoða sjálf á mig jafn mikið og ég gerði hérna áður fyrir, þá myndi ég hugsa, shit, þetta var eitthvað rugl, skilur við. Það var ekki síra. Einhver síra. En svo maður þarf að fara þangað, skilur við, því þú Það er mitt. Hvað, kundalínivakning í stólnum? Já. Kekja, þetta fá þig. Sömuleiðis, takk. Ok.